Við sælir og blessaðir, kæru boðamenn. Þið eru næstir, en ekki sístir. Og ég vona að það sem af sumri hafi verið góð tími fyrir ykkur. Rétt áður en við byrjum að draga spilin, ætla ég að sýna ykkur hérna hefti sem ég var að útbúa. Þeir eru unnið upp úr námskeiðum sem ég var með. Og hérna, fyrir þá sem hefur tarotspil, vantar greinargóðar íslenskar leiðbeiningar. Þá er þetta bara svona einfalt og skýrt. Útskýring með hverju spil fyrir sig. Og ef þið hafið áhuga, þá finnið mig bara á Facebook, miðlun og heilun, og sendið mér bara skilaboð í Messenger. Hafið samband við mig þar og ég sendi ykkur bara heftið hæl. Nokkra lagnir aftast og hérna bara skýrt og auðvelt aðgengi. Heyrðu, þá er það búið. Þá ætla ég að fara að draga fyrir ykkur spil. Ég byrja á þemaspili. Kæru bogamenn. Þemaspil fyrir það sem eftir er af ágústmánuði. Hvað er í dag? Já, það eru bara tæpa 2 vikur eftir. Sumar er ekki alveg búið. Og þemaspilið ykkar. Það er einstaklingseðli, sjálfstæði. Allar manneskjur eru með sitt eigið persónulega námsplan í þessum jarðarskóla. Svo stendur hér. Þið sjáu fuglana, allir jafn fallegir, hver með sinn lit, syngja hver með sínu nefi. Þannig að það hefur eitthvað með einstaklingseðli þitt að gera, orkan sem er í gangi núna næstu daga hjá þér, kæri boðamaður. Kannski ertu bara frjáls eins og fuglinn, eða söngur kemur líka hérna inn. Að söngrættin þín eða það sem þú gerir varðandi tónlist sé alveg einstakt. Og það er líka bara verið að benda okkur á fjölbreytni mannlífsins og þú ert ekki eins og neinn annar og enginn eins og þú. Ok, við höfum þetta til hliðsjónar hérna gegnum lesturinn þinn. Jæja, kæri boðamaður. Vinkona mín spurði mig daginn af hverju ég segi bogamaður en ekki bogmaður. Ég veit ekkert af hverju, það er bara eitthvað sem ég hef vanist. Og þetta er jú maður eða manneskja með boga. Er þetta þá ekki bogamaður? Ég bara spyr. Finnst bogamaður eitthvað bara óþjált og alltaf bara eins og að mandi þarna? Æð, en þið eru kannski ekki sammála með. Ok, kæru bogamenn. Það eru breytingar hjá ykkur, eins og bara hjá öllum hinum. Einhver ykkar standi í flutningum, breytingum innan heimilis, breytingum á vinnustað. Og einhverju hluta vegna kemur spilið sem táknar eftirsjá. Þannig að þessar breytingar eru kannski ekki alveg allar jákvæðar í ykkar huga og kannski hefur eitthvað orðið til þess að þið neyðist til að breyta eða flytja.
besta sem að þið gerir í þessari stöðu er bara að taka ábyrgð á ykkur sjálfum. Þið getið ekki tekið ábyrgð fyrir aðra. Það er ekki hægt. Það verður hver og einn að bera sig og sitt. Og sá sem tekur ábyrgð á þínum málum ertu auðvitað þú. Og ef þú hefur gert eitthvað sem þú sérð eftir, þá er einfaldlega bara eina leiðin að biðjast afsökunar eða reyna að bæta fyrir brot þitt, ef það er möguleiki. Það virkar betur fyrir marga að sýna fyrirgefningu í verki heldur en bara með orðum. Þannig að þið kæru boðmenn megi hafa það í huga. Fyrir ykkur sem eru að ganga í gegnum aðskilnað með þessum breytingum, þá eru hlutirnir að gerast dálítið hratt og eru kannski aðeins að setja ykkur úr jafnvægi. En leið og ákvörðunin er tekin, þá bara fer flæðið af stað og það sem þið þurfa að gera er bara að vera opnir fyrir öllu þessu nýja sem kemur í kjölfarbreytingana. Þessar breytingar geta líka bara varðað einhvern af ykkar ástvinu. Þetta vill einhvern sem býr á sama heimili sem er annaðhvort að flytja inn eða flytja út. Og hraði er eitthvað sem að þið þurfið bara að vera undirbúnir undir. Að hlutirnir gerast hratt. Það er engin bið hérna og engin töf. Þannig að græna ljósið er bara kviknað og ég óska ykkur bara alls eins besta í öllum þessum breytingum. Því að það er eiga að taka á einhvern ykkar allavega. Annars eru breytingar oftast til góðs. Það er nú bara þannig. Og sérstaklega ef þetta eru breytingar sem þið hafið sjálfur tekið ákvörðun Heyrðu, nú byrja spilin að fljúga. Það er eitthvað sem að ég bara hef þurft að sætta mig við. Síðan ég byrjaði á þessu YouTube flandri mínu hérna að spilin bara draga sig sjálf. Ok. Ég veit ekki hvort kom á undan, þannig að við tökum þau bara bæði hérna í einu. Það er ný byrjun í kjölfarbreytingana. Ný staða, nýjar hugmyndir að fæðast og ný orka að fara af stað. Ef þið hafið verið orkulausir, kæru bógamenn, þá er orkan ykkar að fara að eflast og verða kraftmeiri og betri. Þannig að þið getið alveg látið ykkur hlakka til. Peningamálin er að fara í nýjan farveg líka. Ég verð bara að segja það eins og að það er ekki í jákvæða átt hjá öllum, allavega ekki fyrst sinn eftir breytingar. Og ef þessar breytingar fela í sér flutninga, eins og við vorum að tala hafið það þá í huga að allt svoleiðis umstang kostar alltaf einhver fjárútlát. En síðan bara jafna hlutirnir sig og þessar nýja hugmyndir og þessi nýja ástríða sem er kviknuð í kjölfarið á þessum breytingum. Og nú eftir að færa ykkur nýtt upphaf. Fjárhagslegt líka. Ok, en höldum bara áfram. Það hjálpar ykkur í þessu ferli
að fylgja hefðbundnum leiðum. Taka bara þann pólinn í hæðina að þetta sé ekki alveg tíminn til að vera fyrir utan kassan, heldur kannski frekar inn í honum. Þetta vill á það eftir að reynast ykkur erfitt. En það einhver hér sem að þið geti leitað til eftir stuðningi og aðstoð og viljugur og tilbúin að hjálpa ykkur svo lengi sem að þið láti vita, beri ykkur eftir björginni. Þetta getur verið kennari eða einhver sem að þið meti mikils og ég mæli frekar með því að þið tali við einhvern ef að þessar breytingar reynast ykkur erfiðar. Ég tala nú ekki ef að þær fela í sér aðskilnað frá einhverjum sem að ykkur þykir vænt Það kann ekki góðri lukku að stýra að þið bítið á jaxlinn og grátið í einrúmi, ekki í þessu tilviki. Hér betra að þið opnið ykkur og finnið einhvern sem tilbúin að ljá ykkur bara eyra til að hlusta og skilning. Það ekki víst að allt hafi gengið eins og þið vilduð undanfarið. Þið getið hafa orðið fyrir einhvers konar óheiðarleika eða svikum og það bara því miður þannig oft í lífinu að þó að við reynum að vera góða manneskjur og fylgja okkar svona siðferðisreglum, þá ekki allir staddir á sama stað. Þannig að stundum lendum við í erfiðum samskiptum og finnst að okkur vegið. Og oftast þetta erfiðast þegar að þetta eru manneskjur sem okkur þykir vænt sem að koma illa fram með okkur. Undir niðri, já, akkúrat. Það eru nefnilega kærleikstilfinningar hérna undir niðri varðandi þessa stöðu og varðandi kannski manneskjuna sem umræðir ef við erum að tala ákveðni einstakling. Og það gerir þetta erfitt að viðkomandi hafi ekki verið alveg heill í samskiptum eða komið fram við á einhvern hátt sem að hefur ekki verið jákvætt. Ég sé hérna kvenmann eða einstakling sem býr yfir kvennorku í ríkum mæli. Einhver sem tilfinninganæmur og auðsærður líka. Þetta getur verið þú sjálfur, kæri bógamaður. Þetta manneskja sem ákaflega næm, hrifnæm og andlega sterk, tengd. Þetta getur verið manneskja sem stundar andlega vinnu með því að hjálpa öðrum eða manneskja sem leggur mikið upp úr andlegum þætti lífsins, hefur sterkt og gott innsæi.
Einhverja hluta vegna þessi manneskja hluti af því sem á undan gengið í þessu sem við erum að skoða hérna með spilunum. Ef þetta þú sjálfur þá bara verið að leggja áherslu á hér tilfinningahliðina þína, að þú sért búin að vera mikið tengdur tilfinningahliðinni þinni undanfarið, undirvitundinni líka og innsæinu, og þess vegna hefur þessi óheiðarleiki sem við tölum áðan ef til vill komið verr við þig heldur en ella. Það líka möguleiki að það sé þessi manneskja sem ég var að lýsa sem að hefur ekki alveg komið heiðarlega fram, því að það eru mikla tilfinningar hérna undir niðri í gangi ennþá. Skoðum aðeins hlutina áfram. Já, svo lengi sem að þú tjáir þig, lokar ekki á vanlíðanina þína, svo lengi sem þú leitar þér aðstoðar ef þú þarft, eða færið einhvern góðan vin eða vinkonu til að hlusta á þig, þá verður heilunin fljótari í gang. Það heilun og hvíld hérna framundan. Það hefur verið að benda þér á að huga vel að sjálfum þér, kæri búðamaður, og ná þér eftir þessi ósköp sem hafa komið þessum breytingum á stað, sem hafa valdið þessu umróti, sem hafa átt þátt í að koma þessum flutningum í gang. Heilun og hvíld það sem þú þarft á að halda á næstunni, og ef til vill geturðu sinnt þeim þætti í sjálfum þér betur þegar að þú ert komin á nýjan stað. Ég sé einhverjir ykkar hafa upplifað hérna svik varðandi vinnu, að einhverju sem var lofað varðandi vinnu, atvinnu, var ekki staðið við, og það hefur sett svolítið strik í reikninginn hjá ykkur. En það munið hvað sem það er alltaf einhver ástæða fyrir í raun og veru öllu sem að við lendum í, öllu sem kemur til okkar, og það einhver ástæða fyrir þessum breytingum öllum. Það ykkar að finna út hver ástæðan og að reyna að horfa á málið í stærra samhengi heldur en bara að skoða hversu djúpur sársaukinn þinn reyna að horfa á málið í svona heildarsamhengi. Oft eitthvað á bakvið gjörðir eða það sem hin manneskjan að ganga í gegnum sem við vitum ekki Afsakið, nú fyrir hálsinn á mér og sambandi. Það kannski eitthvað hérna sem að erfitt að ræða eða hefur ekki verið rætt. Þetta allavega lærdómur fyrir þig og allar þessar klisjur að maður læri mest á mistökum og maður læri mest á erfiðleikum sem maður gengur í gegnum. Þetta í raun og veru bara satt. Þannig að ekki örvænta, hafðu í huga hvað verið að segja þér, hvers vegna, og líttu á þetta sem tækifæri til að komast á betri stað en þú varst áður. Hafðu trú á því fyrir framtíðina, þó að þú eigi kannski erfitt með að sjá það akkúrat núna. Þú ert á lokakafla í lífinu varðandi eitthvað
og nýtt sem tekur við, nýtt og spennandi. Það má líkja þessu við svona, það má líkja þessu við eitthvað þrep sem þú ert að fara upp á næsta þrep. Ekki horfa tilbaka með eftirsjá, reyndu að horfa tilbaka með skilningi og vittu til að það sem kemur til þín er betra fyrir þig á einn eða annan hátt, á marga vegu. Umhverfið á eftir að rétta þér hjálparhönd, hvort sem er í formi vina eða atburða. Þér verður rétt aðstoð, verður vakandi fyrir henni og taktu við henni þegar hún býðst. Þó að ég viti að þú sért mjög kröftugur, kæri bogamaður, og getur vel gert hlutina sjálfur, þá er alltaf gott að fá liðsinni þegar maður er að fást við stóra hluti. Það er óvissu tími framundan. Nýttu þennan óvissu tíma til að vinna í sjálfum þér, kæri bogamaður, til að hvíla þig, til að ná þessari heilun sem við töluðum áðan. Ræktaðu andlegu hliðina þína, hugaðu vel að öllum þörfunum þínum. Og leitaðu inn á við eftir svörum. Ef þið finnst hlutirnir verða yfirþyrmandi, mundu þá það sem ég sagði áðan, þetta með að leita til fólks sem er tilbúið að vera til staðar fyrir þig. Þú átt eftir að upplifa þig á mun betri stað, bæði tilfinningalega og fjárhagslega. Ég var búin að segja það. Það er eitthvað nýtt líka sem kemur til þín í kjölfarið á þessum umróti öllu. Eitthvað nýtt sem að þú kannski hefur ekki í dag neitt skilning á, eða hvað ég segja, þú sér það ekki fyrir þér í dag að þú verðir staddur á þessum stað eftir stuttan tíma. Við erum ju bara að tala um það sem eftir er sumars og fram á haustið. Það var bara eftir að koma þér þægilega á óvart hvað þér á eftir að líða betur. Ég ætla að taka eitt aukaspil hérna á eftir lokaspilinu. Taka hérna smá áhættu með því. Já, allt í góðu. Þetta er bara ábending til þín að láta hugan þinn ekki draga þig niður og að gefa ekki eftir þegar erfiðar hugsanir sækja á þig. Pikka í þig eins og hrafnarnir hérna á myndinni. Muna bara allt það góða sem hefur komið til þín í þessu ferli og eftir að koma til þín, og þér er að takast að gera þetta á jákvæðan hátt fyrir þig. Þú ert að útskrifast hérna að ákveðnu marki. Og leyfðu þér bara að upplifa þessar nýju jákvæðu tilfinningar þegar þær koma til þín. Gætu komið fyrr en seinna, þannig að þú kannski finnur þig allt í einu
endan á miklu betri stað, miklu fyrr heldur en þú hefði vænst. Heilunin kemur það sterk inn hérna og verður hraðar en þú átt von á. Það er þessar leiðinda hugsanir alltaf. Hugurinn böggar okkur alltaf mest af öllu. Ekki leyfa honum að draga þig niður. Bægðu þeim leiðinda hugsunum frá þér alveg eins og stúlkan gerir hérna á myndinni. Ok, ef þú vilt spyrja eitthvað varðandi tímasetningu, hvenær eitthvað gerist eða það þarf ekki endilega að vera tengt þessu, þá ætla ég að taka hérna smá spil fyrir tímasetningu. Ok, hér stendur innan árs, þannig áður en ár er liðið, það er svarið við spurningunni þinni. Ok, það getur verið eitthvað sem á eftir að taka tíma. Kannski þetta ferli sem að þú ert að fara inn í byrjaði fyrir einhverjum ákveðnum tíma og lýkur að fullu leyti innan árs. Það er mjög mögulegt, allar svona stóra breytingar geta tekið tíma frá því að það er byrja. Og þetta hefur ju átt sér einhvern aðdraganda líka. Svo tók ég annað spil hérna fyrir þess sem segir bara í dag. Þannig að það sem að kannski klárast innan árs, það er í gangi í dag og byrjaði þetta í dag, hver veit. Þú kannski sérð hlutina í nýju ljósi frá og með deginum í dag. Svo er það hérna já eða nei svar við einhverju spurningu. Eða bara allt á milli já og nei. Eins og til dæmis skemmtilegt indeed, sem þýðir í raun og veru bara já. Vissulega, eitthvað slíkt. Og tökum eitt enn. Ok, þá færðu hérna báða pólana. Alls ekki. Vissulega og alls ekki. Þú má bara velja hvort svarið þú vilt taka til þín. En vonandi stemmir það við það sem þú ert að vonast eftir. Kannski varstu með 2 spurningar í huga. Ok, kæri bógamenn, passar ágætlega hérna Reykjanes er að brenna niður. Ég ætlaði að minna ykkur aftur á þetta fallega þemaspil sem að fjallar einstaklingseðlið. Þú ert einstakur, sérstakur, bógamaður og verður það alltaf. Og þú ert að læra eitthvað hér í þessari jarðvist, í þessum jarðneska skóla eins og stendur hérna, sem engin annar er að læra á sama hátt og þú. Þannig að hafðu það í huga, kæri bógamaður. Þá ætla ég að þakka ykkur kærlega fyrir. Ég vona að restin á sumrinu verði ykkur góð og skemmtileg. Og sjáumst fljótt aftur. Ljós og kærleikur.